Þetta er verkefni 22 í Excel, 22 gólfsík. Þetta er síða 7 á blaðsíðu F43. Hér ætla ég að reikna út lokaeinkunn hjá þessum nemendum. Hér er vægið, lokaeinkunnin er 100%. Ég nota fallið sum product til að reikna út einkunnina og dreg hérna yfir vægið og festi tilvísun í þá F4 þegar ég er stödd á línu 1 hérna. Síðan dreg ég yfir einkunnirnar og OK. Síðan ætla ég að afrita þessa formúlu hér niður og af því að ég festi tilvísun í vægið þá get ég það, en svo hækkar hún alltaf í B-dálki og yfir í E-dálk þar sem neðar dregur. Ég ætla að gera gólfsík á nýrri síðu, þannig að ég ætla að afrita þessa síðu yfir á nýja síðu. Víti ég hér á hægri múshafna, move or copy, og ég segi hér að vera að færa hana hérna út á enda og eftir meðaleinkunninni því ég smelli hérna á create copy. Þá er ég komin hér með nýja síðu sem heitir meðaleinkunn, en ég ætla að tvísmetla og skrifa breyting. Og nú eru síðurnar í verkefninu orðnar 8, nú voru 6 í upphafi. Nú ætla ég að finna út með gólfsík hvað annað þarf að fá í einkunn í lokaprófinu til að fá 8 í lokaeinkunn. Smelli ég hér á hana önnu og ég fer í data. Mótti þannig að þessi svo gólfsík og hún vil fá 8 í lokaeinkunn með því að breyta einkunninni í lokaprófinu. Lokaprófið er hér og OK. Hún þarf að fá 8,7 í lokaprófinu til að fá 8 í meðaleinkunn. Síðan ætla ég líka bara á sömu síðu að finna út hvað Baldur þarf að fá í einkunn fyrir ritgerðina sína. Baldur er hér og hann vil fá 5,5 í lokaeinkunn og hann fékk ekki nema 4,5 í ritgerðinni. Þannig að ég fer hér í Quantitative Analysis og gólfsík og hann vil breyta einkunninni í 5,5 og hver þarf þá einkunninni í ritgerðin að vera og OK og OK. Hann þarf að fá 8,7 í einkunn fyrir ritgerðina til að ná 5,5 í lokaeinkunn. Og ég ætla að vista.